Komið sæl, hér erum við með dæmi 2-3 og þar spurt verðteygni eða sagt frá því að verðteygni sé -1,8 og við skulum aðeins rifja upp hvað það þýðir. Það þýðir það að breyting í verði leiðir af sér meiri breyting í eftirspurnarmagni þegar tölugildið hærra en 1. Tölugildið þýðir það að við bara hendum út þessu mínusi og segjum bara að verðteygni sé 1,8 og þá vitum við það að ef að verðteygnin hærri en 1 að þá hefur þetta áhrif á magnið. Það að segja ef að breytingi verður 10% þá breytist magnið í meira en 10%. Og hér kemur fram að verð lækkað á 1900 í 1850 krónur og það sem sagt prósentubreytingin í verði, við þurfum að reikna hann út sjálf, lækkun 50 krónur og þá deilum við bara með 1900 í 50 og fáum út 0,2632. Og ef að ég myndi vilja sjá þetta bara í prósentu, þetta þýðir prósenta, að þá get ég ýtt hér bara prósentumerkið og ég ætla nú að hafa fleiri aukastafi, svona, og þá sjáum við þetta að það 2,3% breyting í verði og við setjum þetta inn í formúluna. Þetta tvennt vitum við, en við vitum ekki breytingar í eftirspurðarmagni. Nú, við getum fært auðvitað yfir það sem hérna undir strikinu, getum við fært yfir og þá breytist það í margföldun eins og þið þekkið og þið hafa jafnvel notað þá aðferð að margfalda báðum megin við jafnaðarmerkið með því sem undir strikinu hér og þá munið það að þá kemur þetta hér upp á strik hér og við getum styttað út og þá það margfalda hér líka. Nú, ég sleppi þeirri aðgerð. Þannig að við fáum út að þessar tvær tölur margfaldar saman séu x og þá fáum við út hérna x sé þessi tala hér og ef við breytum henni í prósentu þá sjáum við það kemur út -4,73%. Nei, það var ekki að koma mínus að því þetta í raun og veru lækkun. Þetta var lækkun og þá kemur plús út hér. Þannig að þetta var svona. Þannig að það eykst magnið 4,73%. Þannig að við það lækka verð hér 2,63% að þá hækkar magnið 4,73%.